svona. Hérna erum við með, hérna í 1642, hvað rammur basi? Og þetta náttúrulega svolítið svona opnar spurningar hérna í 1642. Hvað rammur basi? Og það sem ég hef sagt hérna sem sagt eftir sem klofnar 100% við jónir, það sem í OH- önnur jónin, og þetta sem sagt hérna, ja, við getum sagt það, þetta sem sagt efni sem klofnar 100% í jónir og sem sagt mynda OH- í vatnslausn. Og svo getum við bara sagt hérna dæmi, væri þá eins og áðan, við getum tekið hérna núna, hérna, ekki strontium heldur, cesium OH, sem að klofnar 100% í cesium, CS, þetta þá pluss OH-. Hérna það þá þegar teikt jarð með alkalímálmi og svo erum við náttúrulega með hérna og þetta getur verið með strontium neðar á lista fyrir jarðalkalímálma og það klofnar 100% í strontium pluss 2 OH- AQ. Og svo hérna að lausn merkt 0,035 mólar strontiumhydróxíð og spurningin hver styrkur OH-. Þannig að hérna þetta var í rauninni A hérna, hvað rammur basi? B, finndu styrk OH- jóna í, og hérna erum við þá með 0,035 mólar SR lausn. Og hérna þetta þá alltaf það sama út af þessari 100% klofnun að ef að við erum með merkt utan á flösku að þetta lausn sé 0,035 mólar klofnar 100% að þá það hins vegar þessi hérna 2 sem að við þurfum að passa upp á. Að það verði þá 2 sinnum 0,035 mólar OH- en auðvitað bara 1 sinni hérna styrkurinn á strontium. Þannig hérna bara 1 á móti 1, en hérna 1 á móti 2. Þannig að styrkurinn á OH- sama sem 2 sinnum 0,035 mólar eða 0,070 mólar. Passið ykkur á því þegar þið að reikna dæmi og fáið út svona 0,07 að ef þið myndir reikna þetta í reiknivél þá bara þetta sem kemur. Passið þá að þið eru með 2 marktækjastafi hérna, þannig að þetta 0 þarf að fylgja til þess að séu líka með 2 marktækjastafi í svarinu. Því eins og þið kannski muni þá eru efnafræði kennararnir í MR svolítið eltast við marktækjastafi. Ok, þetta var það dæmi 42. Síðan kemur dæmareikningur, þar sem okkur gefinn styrkur af lausnum og við erum að vinna út frá basa eða römmum basa í öllum tilfellum. Og það svona verður svona stigvaxandi vinna við þessi dæmi. Byrjum hérna á dæmi A.
Þetta er 1646 A og hérna er okkur gefið, já, hérna er sem sagt það sem dæmi gengur út á er að reikna þau styrk OH- og pH fyrir, og þá er þetta rammur basana, því þetta eru allt rammur basa í þessum dæmum. Basana og A, þar er okkur bara gefið að við erum með 0,182 mólar kalíumhydróxíðs. Þetta er hérna eitthvað sem er mjög þægilegt. Hérna erum við bara með efnahvarf. Við skiptum út hérna cesium fyrir kalíum. Þá erum við komin með þetta efnahvarf sem á sér stað. Þannig ef við byrjum með 0,182 mólar, þá myndast 0,182 mólar af kalíum og 0,182 mólar af OH-. Þannig að við getum alltaf tekið styrkinn beint og sagt að styrkurinn af OH- er sama sem 0,182 og síðan getum við hérna, af því svo erum við þetta líka fyrir pH, þá gætum við nota þessa hérna aðferð að finna fyrst basastigið mínus logrin af 0,182 og fengið það út og hin leiðin var náttúrulega að byrja að finna styrk H+ út á OH-. Þetta hérna er mínus logrin af 0,182 og þá er svona litla tölu 0,740 og síðan myndum við geta fundið þá út að pH er sama sem 14 mínus. Mínus 0,74. Og í rauninu var það bara 74 í þannig séð. Nei, við megum alveg vera með hérna aðeins meira hérna. Þetta myndi vera 14, þetta væri þá 13,26. Þetta væri pH í þessari lausn. Og í næsta dæmi, þá eru komin aðeins lengra. Hérna erum við komin með massa af kalíumhydróxíði í 500 millilítra lausn. Þannig að hérna þurfum við að finna mólstyrkinn fyrst með því að finna mól, deila síðan með rúmmáli og fá út mólstyrk og þá getum við gert það sama áður. Þannig að B það er ágætis uppgrifin líka. Hérna erum við með 3,165 grömm af kalíumhydróxíði í 500 millilítra lausn. Þannig að það sem þarf að gera hérna er að við þurfum að finna, í fyrsta lagi þurfum við að finna mólin. Mólin er sama sem massi deilt með mólmassi. Þegar við erum búin að finna mólin af kalíumhydróxíði, þá þurfum við að finna styrkinn og styrkurinn er þá mól deilt með rúmmál og við erum með rúmmáli líka. Og þá erum við komin í rauninni á sama stað eins og í þessu dæmi. Að vera komin með þetta styrk og getur sér reiknað út frá honum. Þannig að í fyrsta lagi er það þá mól, K og H. Og það er sama sem massi deilt með mólmassi eða 3,165 grömm deilt með, og svo er það bara kalíum plús súrefni plús vetni.
Þetta væri, má sjá, setja hérna, mólmassi sama sem 39,098 fyrir hérna K, 16 pluss 1,01. Og auðvitað getið bara sett það í sviga hérna fyrir neðan, það þarf ekki að reikna mólmassan út. 39,098, 16 pluss 1,01. Þetta gefur 56,11 gram á mól. 56,11. Og síðan deilt með því og 3,165. Og 165. Hérna fáum við þá 0,0564. Já, ég er meira sem að 4 marktækar hér, þannig þarf að vera með 1 fleiri. 5641 mól. Nú í öðru lagi þá það hérna að finna styrkinn. Þannig að styrkurinn af kalíumhýdróxíði sama sem mól, deilt með rúmmál. Nema hérna þurfum við að passa okkur á því þegar við erum með styrki að við viljum að þetta hérna sé í lítra. Af því að styrkurinn mól á lítra en ekki mól á millilítra. Þannig að hérna myndum við breyta þessu 0,500 lítra. Bara sem sagt að deila með 1000. Þannig að hérna myndum við þá 0,00 lítrar og það út hérna núna. Og hérna erum við þá með mólin 0,0564 deilt með 0,. Þú sést þetta alltaf? Já. Deilt með 0,5. Út af þessu kemur 0,1128 mólar. Og þarna erum við þá komin með styrkinn af kalíumhýdróxíði, þar sem það myndi standa utan á flöskunni, eins og hérna í dæmi A. Það hefði þetta geta bara byrjað sem 0,1128 mólar. Svo gerum við bara nákvæmlega eins. Þannig að í þriðja lagi, ég var ekki að fá að setja það hérna bara fyrir neðan. Þá getum við sagt það að styrkurinn af OH-, hann sama sem þessi styrkur sem við vorum búin að finna. Þannig að hann 0,1128 mólar. Þar af leiðir að pH sama sem -logren, þetta hérna, af 0,1128 0,1128. Ég mæli með því að þið reiknið svo bara gegnum þessi dæmi sjálf. 9477. Og svo getum við þá sagt að pH sama sem 14 mínus þessi tala. Það þá mínus 14 og þetta gefur okkur 13,05. Að það væri þá pH-styrkurinn fyrir þetta. Þannig að hérna byrjum við með massa og rúmmál, þurfum að finna styrk, síðan heldur dæmi eins áfram eins og í A. Svo erum við með hérna eina útgáfu, þar sem erum við farin að tala að 10 millilítrar af 0,005 mólar kalsíumhýdróxíði eru 500 millilítra. Þannig að hérna, já,
Bara hérna verið sem sagt, þetta náttúrulega miklu meira heldur en bara að reikna pH og pOH. Hérna erum við farin út í að rifja upp hérna kafla 4, 5 og 4, 6. Þannig að hérna er þá dæmi C og það að 10 millilitra af 0,0105 mólar og þetta auðvitað kalsíumhydróxíð. Þannig að við megum ekki gleyma því að það alltaf 2 sinnum meiri styrkur af OH-. Hérna eru þynntir í 500 millilitra. Og það á að finna pH. Þannig að hérna getum við byrjað á því bara þegar við erum með efnahvarf þar sem að það að styrkurinn á OH- tvöfalt meiri. Að við getum alveg byrjað á því að tvöfalda styrkinn, en við getum líka svo sem bara haldið þessu og tvöfalda í lokin. Þannig ég ætla að segja bara byrjum að reikna með styrkum af kalsíumhydróxíði. Þá erum við hérna með jöfnuna. Hérna erum við með eitthvað sem rúmmál 1, styrkur 1, rúmmál 2. Og við erum að fara að leita af hver styrkurinn á OH-. Þannig að hérna þessi þynningarjafna C1 sinnum F1 C2 sinnum F2. Og þetta náttúrulega úr kafla 4, 5. Það er ágætt að rifja þessa jöfnu upp reglulega þegar þið komið alltaf til með að nota hana. Þannig að það sem þetta gefur ykkur að styrkurinn þá af kalsíumhydróxíði í seinni eftir þynninguna, og þá bara færum við þetta hérna undir jafnamerkið, C1 sinnum F1 deilt með F2. Og þegar við erum að tala svona hlutföll, þá þurfum við ekki að breyta í lítra. Það allt í lagi að vera með millilítra svo lengi sem að vera millilítrar í báðum rúmmálum. Þannig að hérna verðum við með 0,0, 105 mólar, sinnum F1 sem að voru 10 millilítrar. Að því millilítrar skiptast hvort þið út. Deilt með 500 millilítrar. Þetta gefur 0,0 sinnum 10 deilt með 500 2,1 sinnum 10 veldur mínus 4 mólar og það vissulega kalsíumhydróxíð. Svona. Og þegar við erum komin með styrkinn af því, þá erum við komin með dæmi sem að byrja í rauninni eins og liður A. Að ef við erum með þennan styrkur kalsíumhydróxíð, þá erum við með 2 sinnum meiri styrk af OH-. Út af þessum hérna 2. Þannig að styrkur af OH- samansett 2 sinnum 2,1 sinnum 10 veldur mínus 4. Og það verður 2,1 hérna. Ég náttúrulega eitthvað frjálslega með markmættu stafinn eins og ég tala mikið það sjálf. 2,1 að þetta náttúrulega 2,10. Þannig að hérna datt ég í þessa gildur að taka bara það sem stóð í reiknivélinni og ekkert að pæli því að hérna eru þá 3 marktækir stafir, þannig að 0 þarf að fylgja. Þetta hérna væri þá 2 sinnum 2,10 sinnum 10 veldur mínus 4 sem að eru þá 4,20 sinnum 10 veldur mínus 4 mólar. Og þá maður aftur komin með það sem að dugar til þess að setja inn í hérna fá pOH og síðan pH í framhaldinu.
POH er sama sem mínus af 4,20 sem 10 veldur mínus 4 mínus 4,2 sem 3,377 og pH er síðan 14 mínus þetta. Sem gefur 10,62. Þess að allt þetta náttúrulega basíska lausnir að þegar við erum með ramma basa. Og síðasta dæmið þá svona mesta handavinnan að hérna verður að blanda saman 20 ml af 0,015 molar baríumhydróxíð og 40 ml af 8,2 sem 10 veldur mínus 3 molar natriumhydróxíð. Það sem ég geri þessu bara, ég byrja bara á því að finna öll mólin af natriumhydróxíði og af OH- og legg þau saman og finn þannig styrkinn. Og ég ætla að leiða ykkur í gegnum það. Sjá. Tökum hérna bara á endanum. D. Ég geri það núna með svarta pennanum og hann aðeins betri leggjaða. D. Hérna erum við með tvær lausnir. Þessi lausn mynduð með því að, og það þá að blanda saman og þá erum við fyrsta lagi með 20 ml af 0,015 mólar og þetta næst og það baríumhydróxíð BaOH2 og síðan erum við með 40 ml af 8,2 sem 10 veldur mínus 3 mólar og hérna það bara natriumhydróxíð. Og við erum að finna í þessari lausn sem við erum að búa til, við teikna hérna upp svona skýringarmynd, að þá erum við hérna sem sagt í fyrsta lagi að setja út í þessa lausn sem sagt 20 ml af einhverju lausn sem 0,015 mólar. Og svo erum við að setja 40 ml af lausn sem 8,2 sem 10 veldur mínus 3. Og þetta náttúrulega þessi natriumhydróxíð, þessi hérna baríumhydróxíð. Þetta 2 hér. Og þá náttúrulega það þannig þegar við erum búin að blanda þessum hérna lausnum saman að þá erum við komin með rúmmálið 20 pluss 40 eða 60 ml. Það skiptir auðvitað máli þegar við erum komin með OH- jónina sem kom úr þessum hérna 2 lausnum, þá skiptir auðvitað máli hvert rúmmálið upp á styrkinn. Að við séum að deila með heildarrúmmálinu en ekki bara 20 eða bara 40. En í svona dæmum langbest að byrja á því að nota upplýsingarnar til þess að finna mól, annars vegar af OH- í baríumhydróxíði og hins vegar af OH- í natriumhydróxíði. Þannig að við getum sagt sem sagt í fyrsta lagi finna mól OH- í hérna BaOH2 lausn. Og hérna erum við þá með jöfnuna að mól sama sem styrkur sinnum rúmmál.
Við erum hérna með styrkinn og við erum með rúmmálið og við erum alltaf fyrst að finna fyrir hérna, skulum sagt að fyrstu mólin sem við erum að finna bara fyrir baríumhydrósíð. Þá erum við hérna með 0,015 og þetta bara millimól á millilítra. Það alveg sama hvort við segjum mól á lítra eða millimól á millilítra. En ef við þurfum ekki að breyta þessu hérna í mól, í hérna lítra, þá ágætt að halda sig við þetta. 20 millilítrar og þetta hérna, ég þarf ekkert að hugsa neitt, 0,015 sinnum 20 gefur okkur 0,30 og þetta myndi þá vera millimól baríumhydrósíð. Og það sem að baríumhydrósíð klofnar upp í 2 svona jónir, þá getum við sagt að mólin af OH- eru þá 2 sinnum fleiri. Þá erum við með 0,60 millimól OH-. Þannig að við erum búin að finna það þá að hérna erum við með 0,60 millimól OH- sem að skutlast hérna út í þetta glas. Svo í öðru lagi þá myndum við að finna mól eða millimól. Og hérna erum við þá að finna fyrir natríumhydrósíð. Það nákvæmlega sama að mól af NaOH líka styrkur sinnum rúmmál. Og hérna erum við með styrkinn 8,2 sem 10 veldur -3 og þetta aftur millimól á millilítra sinnum þessir hérna 40 millilítrar. Og það 8,2 sinnum 40. 0,328 eða bara 33 millimól natríumhydrósíð og þar sem að natríumhydrósíð klofnar bara 1 á móti 1, þá eru mólin af OH- með sömu. Mól OH- þá líka saman 0,33 millimól. Og það eru þá millimólin hérna sem skutlast úr þessu glasi hér niður í þessa hérna lausn. Þannig að hérna í þessa lausn erum við að setja 0,60 millimól frá baríumhydrósíðlausninni pluss 0,33 millimól frá natríumhydrósíðlausninni og síðan erum við með þær í þessu rúmmáli 60 millilítra. Þannig að til þess að finna styrkinn af OH- þá þurfum við að leggja saman millimólin og deila svo með samanlagða styrkina. Svo ætlum ég bara að taka þetta hérna út hérna í lokin og segja hér að í þriðja lagi, ég ætla að segja bara hérna mólstyrkur, að við veitum alltaf að tala það. OH- í lokin. Þá getum við sagt sem sagt að hérna heildarmólfjöldi, T, þar sem að T stendur bara fyrir tótal eða heildar, það þá 60 millimól pluss 0,33 millimól sem þá saman 0,93 millimól OH- hérna ofan í þessu glasi. Og síðan erum við með heildarrúmmálið sem ég var búin að reikna þetta fyrir neðan.
Það getur sagt að VT er þá sama sem, og það voru 20 millilítrar úr öðru glasinu pluss 40 millilítrar úr hinu, eða 60 millilítrar. Og síðan eru þá með að þessi styrkur ekkert annað en mól á rúmmál. Og við erum með hérna 0,93 og hérna allt milli deilt með heildar rúmmáli. Þannig að þetta hérna 0,93 deilt með 60 og þá styrkurinn 0,0, 155 eða 0,016 mólar. Að því millimól á millilítra bara sami mól á lítra. Þannig að þetta bara einingi mólar sem kemur út. Og þar með já, nú ég komið með styrkinn, en þá áttum við eftir að rekna hérna pH og OH-. Þetta styrkurinn á OH-. Þannig að eftir alla þessa útreikninga, þá ég komið sem sagt á sama stað eins og í dæmi A í byrjun. Þetta var að hafa fyrir því að finna styrkinn á OH- og þá í fjórða lagi, þá átti að finna pH. Og við getum tekið hina aðferðina núna að í staðinn fyrir að finna P og H, þá getum við byrjað að finna styrkinn á H+. Með því að deila með styrkinn á OH- í 1 sem 10 veldur -14. Þannig að það 1,0 sem 10 veldur -14 deilt með 0,016. Þið ráðið náttúrulega alltaf hvaða aðferð þið notið. 1 -14 deilt með 0,016 og þetta þá 6, ég segi bara 6,25, þá séu 2 magntæki sem 10 veldur með -13 mólar væri styrkur. pH þá svo mínuslóðurinn af þessu, sem 6,25 sem 10 veldur með -13. Hérna ég bara með 2 magntæka, en þá var það sem sagt 2 magntæki hér og síðan 2 stafir hérna í veldisvísinu. Og þetta -6,25x. 12,20 pH hérna. Og það getur sagt að þessir hérna 2 stafir, það tengjast þessum hérna 2. Þessir hérna 2 stafir tengjast í rauninni þeim marktæku stöfum sem ég mátti vera með. Og þar með þetta búið sem sagt, það ekki meira sem við eigum eftir að fara í. Þannig að þegar þið eru búin í prófinu ykkar, nú á föstudaginn, og þá ekki bara efnafræði næsta próf? Miðvikudaginn og eftir. Já, það sagði á mánudaginn. Hvað segir þið? Það sögupróf hjá okkur á mánudeginum. Já, takk fyrir. Þannig að þá verðum við að vera bara með upprifjunartíma á þriðjudeginum, það ekki? Kannski bara þriðjudagsmorgunin sett á aðeins kristilegri tíma. En ég set lausnirnar við hérna dæmunum, þarna þessu prófi sem við vorum að tala um. Ég set lausnir á því inn og við verðum svo bara í sambandi eftir söguprófið. En ég get verið með upprifjunartíma fyrir ykkur á þriðjudeginum og þess vegna á mánudeginum líka. En við tölum bara, núna getið þið að fara að einbeita ykkur bara að næsta prófi. Ég ætla að hætta upptökunni og sjá.